Við skulum skoða núna setningu eða reglu 642 sem að fjalla ótvíræðni Taylor-markið. Þetta mjög mikilvæg setning. Við skulum aðeins líka fjalla af hverju hún mikilvæg. Í fyrsta lagi bara, hvað þýðir eiginlega ótvíræðni? Það þýðir að ef við erum með ótvíræða Taylor-markliðu, það þýðir að það bara til ein margliða sem nálgar fallið best, sem Taylor-markliða eftir formúlinu eins og við þekkjum hana. Og við skulum að sjá eftir hvernig við notum henni. Pröfum að lesa saman setninguna. Fyrsta lagi gerir í kröfum hérna að f sé fall, sem skilgreind á okkur opnu bili frá a til b yfir rauntölur, og það þarf að vera n + 1 sinni deildanlegt. Það segja að ég þarf að geta diffrað fallið f, og þegar ég fæ út afleiðinu þá fæ ég nýtt fall, og það þarf að vera diffralegt, og ég þarf að geta haldið áfram svona n + 1 sinni. Og við getum ímyndað okkar til dæmis að margliður eru n + 1 sinni diffranlega vegna þess að ég get alltaf diffrað aftur, jafnvel þegar ég komið með 0, þá get ég diffrað það endalaust. Og segjum að sé einhver tala milli a og b. Svo eitthvað gefið að qn margliða af stigi sem í mesta lagi n, sem minna eða jafnt og n. Og qn þannig margliða að fallið mitt sem ég að skoða, það sama sem þessi margliða pluss svona stóra o af x - c í veldinu n + 1. Þetta hérna kallað Big O notation. Við tölum að villan sé að þessari stærðargráðu. Þannig hérna, þetta heitir Big O. Nú skrifa þetta bara með þessum feita penna hérna. Það fínlega. Og bara ef þið viljið lesa ykkur meira til þetta á ensku, þá hafið enska nafnið hana. En það sem við erum að meina með þessu þetta villa af stærðargráðunni x - c í veldinu n + 1. Ok, skoðum aðeins betur þennan villið eftir. Sjáum fyrst hvað setningin segir. Segjum að ég geti skrifað fallið mitt sem einhver margliða stigi í mesta lagi n og villan skekkjan á milli sé sem sagt af þessari stærðargráðu, þá veit ég að þessi margliða, þessi qn margliða, Taylor-margliða fallsins. Taylor-margliðan c. Þetta sem sagt endastis Taylor-margliðan ef að villan af þessari stærðargráðu. Það að segja að ef ég get fundið, ég get skrifað fallið mitt f af x sem einhverja margliðu. Ég búin að finna að þetta sé einhver margliða og ég veit að villan mín í mesta lagi x - c í veldinu n + 1. Stærðargráðan á villunni svona. Nú, þá ég með Taylor-margliðuna. Bara ein margliða sem gefur þennan eiginleika að skekkjan sé af þessari hérna stærðargráðu. Formúlan sem þetta segja okkur, með öðrum orðum, að markgildið þegar x stefnir á c af muninum á f og q, sem sagt munun á milli, deilt með x - c í veldinu n + 1, að þetta markgildi sé k. Þetta stefnir á k sem einhver rauntala, ekki óendanlega mikill munur. Þannig að villan sem sagt, þetta hérna munun á milli það þá skekkjan, þetta stærðargráðan á skekkjunni og við segjum munun þarna á, hlutfallar á milli í mesta lagi k, eða nákvæmlega k. Þetta þýðir að Taylor-margliður sem við þekkjum, við getum notað þær til að finna Taylor-margliður fyrir önnur föll. Og við skulum sjá dæmi hvernig ég nota þetta. Leynir pínu á sér þessi setning. Virkar ekki mikilvæg, virkar eins og maður getur bara sleppt henni, en niðurstaðan sem hún gefur okkur mjög mikilvæg og við munum nota hana mikið. Ok, hérna tafla bara úr Williamsglósarum, hún líka í kennslubókinni, með nokkrum þekktum Taylor-margliðum, eða nokkrum svona mikilvægum, þessu mikilvægastu sem við munum skoða. Þetta e-x, þetta cosinus af x og sinus af x, 1 á móti 1 minus x og ln af 1 plus x. Já, ég var að trufla þarna, maður segja við komum upp í ln af 1 plus x og svo arctan af x. Og þegar við erum með Taylor-margliður, þetta allt Taylor-margliður 0, eins og sést hérna og við erum með
x mínus 0 og x mínus 0 í öðru og x mínus 0 í þriðja og svo framvegis og alltaf villuliðin x í veldinu n plus c, ekki x mínus einhver tala c. Og þegar við erum með Taylor-margliður þá er það oft kallað Maclaurin-margliður. Ég hef tilhneigingu til að kalla bara Taylor-margliður af því að fínt að hafa bara eitt nafnda, þetta er bara Taylor-margliðan 0, en í bókinni til dæmis þá kallar þetta Maclaurin-margliðunar. Og við getum þá notað, út af þessari setningu, getum við notað þessa þekktu Taylor-margliður til að finna Taylor-margliður fyrir önnur föll, bara með til dæmis breytuskiptum. Og við skulum sjá dæmi. Segjum að við viljum finna 5. stigs Taylor-margliðu sinus af x pi og við notum okkur að við þekkjum þessa Taylor-margliðu sinus af x 0. Þannig við erum með hérna sinus af x er x minus x í þriðja deilt með 6 pluss x í fimmta deilt með 120 mínus villa af stærðargráðunni x í sjötta ætla ég að skrifa. Ok, nú ætla ég að finna Taylor-margliðuna pi og ég ætla að nota þessa Taylor-margliðu í staðinn fyrir að diffra 5 sinnum og setja inn í formúluna. Þá ætla ég að nota þessa Taylor-margliðu. Þannig ég segi, ok, ég veit að sinus af x, það er klálega sinus af x mínus pi plus pi, af því að ég legg við 0 þá breyti ég engu, en við vitum að ef við hliðrum pi í sinus, þá fæ ég mínus sömu tölu. Og því ég pröfa að kíkja á mynd til að staðfesta þetta. Og sjáðu þið núna, ég bara að rifja þetta upp, eða bara gáð í fyrsta skipti eða hef ekki séð þetta áður. Þetta hérna x minus pi, það get ég sett inn fyrir x hérna. Þá er ég að gera sömu breytiskipti alls staðar þar sem x er og hérna líka til að finna út hver Taylor-margliðan er. Og þetta er við setjum inn í jöfna, fáum mínusinn stendur hérna fyrir utan, þessi hérna mínus, og við fáum x minus pi mínus x minus pi í þriðja deilt með 6 pluss x minus pi í fimmta deilt með 120 pluss villa af stærðargráðunni, hérna á líka að vera pús, af stærðargráðunni x í sjötta, svona. Þannig að við erum komin með Taylor-margliðu fyrir sinus af x pi. Og nú sé ég að villa mín er af stærðargráðunni x í sjötta. Hér er með margliðu af stigi 5 og ég var að leita 5. stigs Taylor-margliðunni. Það veit ég að því að villan er þessari stærðargráð, þá er þetta Taylor-margliðan. Þá get ég verið viss að þetta sé Taylor-margliðan. Og svo að við getum tekið hérna mínusinn, mínus hérna, pluss hérna og mínus hérna og þá erum við komið með þetta alveg einfaldað niður. Og við getum gert þetta aftur, skulum sjá annað dæmi sem við notum þekkta Taylor-margliðu. Við ætlum að finna 3. stigs Taylor-margliðu f af x jafnt á e í veldinu 2x c jafnt á 1 og ég ætla að nota að ég þekki Taylor-margliðuna fyrir e í veldinu x. E í veldinu t er 1 pluss t pluss t í öðru deilt með 2 pluss t í þriðja deilt með 6 pluss villa af stærðargráðunni t í fjórða. Ok, nú vil ég fá Taylor-margliðuna 1. Þannig að ég vil fá, þið veitir, einhvern fasta pluss fasti sinnum t minus 1 pluss fasti sinnum t minus 1 í öðru og svo framvegis alltaf t minus 1 því þetta er Taylor-margliðan 1. Þannig að hér þyrfti að standa t minus 1. Ok, ef við gerum bara beint breytuskiptin og setjum t minus 1 inn í fallið, þá fæ ég Taylor-margliðuna fyrir t minus 1. Hún verður svona. En ég er að leita Taylor-margliðuna fyrir e í veldinu 2x, ekki e í veldinu t minus 1. En það er alltaf í lagi, við gerum bara einföld breytuskipti. Tökum þessa hérna út. Segjum, e í veldinu 2x. Það get ég skrifað sem e í veldinu x minus 1. Akkur segi x minus 1 af því að það er Taylor-margliðan 1 sem ég vil finna. En þetta er náttúrulega ekki það sama.
Hérna megin stendur e-veldinu 2x mínus 2. Hér stendur e-veldinu 2x. En sér að ég legg bara 2 við og þá er þetta nákvæmlega það sama, báða megin við jafnaðarmerkið. Þetta er trix, klassískt trix í stærðfræði, maður bæti við 0. Ég dreg frá 2 og ég legg við 2. Nú, þetta get ég skrifað með veldareglunum sem e í öðru veldi sinnum e-veldinu 2 sinnum x mínus 1. Og nú er það þetta sem ég nota sem breytuskipti inn fyrir t. Þannig ég fæ e-veldinu 2 sinnum og svo kemur teilamarklegan 1 pluss inn fyrir t hérna 2 sinnum x mínus 1 pluss inn fyrir t hér 2 sinnum x mínus 1 í öðru deilt með 2 inn fyrir t hér 2 sinnum x mínus 1 í þriðja deilt með 6 pluss villa af stærðargráðunni x mínus 1 í fjórða. Og aftur tvisturinn, ég hefði getað haft tvistinn hérna með, en þetta er villa af stærðargráðunni, það er einhver fasti annað hvað sem er, þannig að þessi fasti breytir engu. Og nú þurfum við bara að einfalda. Við fáum e í öðru sinnum 1 pluss 2 sinnum x mínus 1 pluss, hérna fæ ég 2 í öðru deilt með 2, ég fæ sem sagt allt í allt 2 mínus x mínus 1 í öðru. Hér fæ ég 2 í þriðja deilt með 6, það er 8 deilt með 6, 4 þriðju, x mínus 1 í þriðja, pluss villa af stærðargráðunni x mínus 1 í fjórða. Og að því að villan er af þessari stærðargráðu, hún er af stærðargráðunni x mínus 1 í fjórðaveldi og hér er ég með margliðu 1 sem er á stigi 3, þá veit ég að þetta er teilamarkliðan. Fallið mitt er jafnt og þessi margliða pluss villa af þessari stærðargráðu, þá lít ég vera með teilamargliðuna út af þessari setningu. Þannig að við spörum okkur að þurfa að reikna út alla liðina og getum nota bara þekktar teilamargliður til að finna alls konar aðrar teilamargliður, til dæmis summu af 2 föllum. Og já, við skulum segja þetta gott í bili, þá koma svo fleiri stök myndbönd með dæmi.